Samkvæmt útreikningum úr krabbameinsskrá áætlað að þriðji hver karlmaður greinist með krabbamein einhvern tímann á lífsleiðinni. Marsmánuður, einnig þekktur sem mottumars, tileinkaður krabbameini í körlum. Og við á N4 ætlum að gera 4 þætti þar sem við lítum á málefnið út frá ýmsum hliðum. Við erum hérna í Hofi á Akureyri þar sem málþingið Hrúturinn fer fram. Við ætlum að byrja á herinni Katrínu frá Krabbameinsfélagi Akureyrar og nágrennis. Hún ætlar að segja okkur frá hvað Hrúturinn er. Förum aðeins í Hrútinn. Af hverju heitir hann Hrúturinn hjá þér? Heyrðu, þetta samstarfsverkefni við Akureyrarstofu og við vorum alltaf að hugsa hvernig við ná til karlmanna og það var eitthvað í útvarpinu akkurat á þessu tíma, þá var eitthvað svona neikvætt verið að tala um hrútatal og við vildum svolítið snúa þessu við, taka þessar neikvæðinu úr þessu vegna þess að hann hrúturinn, þessi tignarlega, ef við förum í dýrið, hrútinn, þessi tignarlegi flotti hrútur, hann er náttúrulega rosalega hrjúfur með þessu stóru horn og flottur en hann er mjúkur og yndislegur og við vildum ná þessu fram með karlana, þannig að við ákváðum að snúa þessu neikvæða yfir í jákvætt. Hvernig er þátttakan? Rosa góð, bara mikla undirtektir, í fyrra mættu 300 manns. Við höfum eftir að sjá það hversu mikið þessi veira setur svip á málþingið en eins og staðan er núna. Það var fullt af flottu karlmönnum hérna og konur líka og það má ekki gleyma því að þær eru hjartanlega velkomnar. Þær eiga líka eiginmenn og syni og feður og allt það. Og við erum bara allsælar, við fáum rosa gott feedback og það er verið að hringja okkur, fyrirtæki er að styrkja okkur, fólk er að finna upp á sínu eigin eins og Aur fyrir Eista, það kemur frá fasteignasöluðin í bænum. Ef einhver hefur ekki heyrt það var hægt að gera hashtag Aur fyrir Eista og séðum hvað máli snýst þar. Þannig að við finnum bara rosa góða meðbyr og erum spennt fyrir þessu. Katrín, með hvaða fræðslu eru þið fyrir börn hérna? Við erum reyndar með mjög flotta fræðslu fyrir krakkana. Þetta er eitthvað sem við höfum verið bara með í mótun eftir að við fórum að vinna saman við Regína. Hún leggur til sálfræðiþekkingu sína og ég hjúkrunarmenntun mína. Svo tökum við saman svona héðan og þaðan það sem okkur hefur fundist reynast okkur vel í að tala við börnin. Og svo hefur hvert barn hjálpað okkur að móta þessa fræðslu, en þau eru bara þáttakendur í fræðslunni sem við erum með. Þetta er í rauninni 3 tímar sem eru skipulagðir. þar sem að foreldrar mæta annarkvort foreldrar eða að gefnu leyfi foreldri svo þá kom amma og afi, en við þurfum að hafa alveg á hreinu að foreldrar séu sáttir við þetta alls saman. Þau eru þá með inn í herberginu, en fræðslan er fyrir krakkana, foreldrarnir eru svolítið áhorfendur og þar teiknum við upp á mjög einfaldan hátt hvað er krabbamein á barnamáli. Og við notum til þess Óla Prygg svolítið og þar komum við glögglega fram hæfileika mínir sem listamaður. Nei, en krakkarnir fyrirgefa mér, það alveg, þeim finnst þetta bara skemmtilegt og við náum rosalega vel einbeitingunni þeirra. Við héldum að við þurftum að slást eitthvað að halda athyglinni en það er bara alls ekki. Þetta verður samtal og það sem að börnin líka gefa inn í fræðsluna, það nýtum við okkur í að tala saman það sem barnið er að gangi í gegnum. Við erum afskaplega stoltar af þessari fræðslu okkar og hver veit nema við einhvern tíð að leyfa ykkur að koma bara í Krabbameinsfélagið og sjá hvað við erum að gera. Hvað er það sem að börn hafa mestar áhyggjur af þegar foreldri hefur greinst með krabbamein? Þau að sjálfsögðu eru hrædd að missa foreldrið sitt, þau eru hrædd hitt foreldrið sitt líka. Það kemur mjög oft upp, ef að mamman er lasin þá kemur oft pabbi líka lasin. Og sérstaklega hefur verið fleiri krabbamein í fjölskyldunni þar sem amma, afið eða frænka eða frændi hafa líka greinst, þá spyrja þau, er það smitandi? Og við förum alltaf í gegnum það að það er ekkert sem að barnið gerði sem að orsakaði þetta, það er ekkert sem barnið getur gert til að taka í burtu sjúkdóminn. Við förum alltaf í gegnum það er ekki ekkert að óska í burtu sjúkdóminn, en það er svolítið þessi teiknimyndinar, vísbendingar sem þau gefa, ef þú óskar nógu heitt, þá vaknar aftur til lífsins eða þá læknast allt saman og allt breytist, en við reynum að fara svolítið í það á góðan hátt. Það er ekki ekkert að óska í burtu, en það er ekkert að óska svo margs annars. Það er ekkert að óska þess að eiga góða tíma saman. Það er ekkert að segja uppáttu með pappa. Ég óska þess að við getum gert þetta saman og hver veit nema það geti þá ræst og annað. En við ræðum það svolítið að ræða uppátt allar tilfinningar, óskir og annað. Já, hræðsla við dauðan og hræðsla við missin hlýtur að vera þeim ofarlega í huga. Já, en þau eru náttúrulega ótrúlega fljóta aðlegast. Það sjálfsögðu, þetta er náttúrulega mismunandi eftir hvað foreldrið er að gangi í gegnum. Það margir sem að koma til okkar eru bara með læknanlegan sjúkdóm en barnið var samt sem áður mjög hrætt. Barnið gerir ekkert endilega greina minn á því hvort þessi læknanlegu sjúkdómur eða ekki, það heyrir bara á því krabbamein. En heilt yfir, þau eru bara svo ótrúlega flott, þau eru með svo góða aðlögunarhæfileika í erfiðustu aðstæðunum, þá koma þau samt með ótrúlega flotta gullmála og bara þau eru svo dásamleg. Og ég held að hvað svo fyrir upphaflega að fara að ræða við börnin, því að ég hafði alltaf unnið bara með fullorðna fólki
En svo þegar maður fer og tala með börnin, þau gefa allt inn í þetta og ef þau fíla ekki það svo að segja þá fær það að heyra það líka. En það bara svissa maður. En það svo stutt síðan að börn voru ekkert með í þessar umræðu og kannski það var bara ekki talað veikindi eða vandamál. Hvað hefur breyst? Af hverju þetta leyfilegt í dag? Þessi börn eru fullorðin í dag og þau segja, ég hefði þurft að vita meira. Ég hefði viljað fá að vera með í jarðarförinni. Ég hefði þurft að sjá ömmu öðruvísi heldur en akkurat þegar hún var að deyja. Ég hefði þurft að fá að sjá hana. Við lærum af öllum þessu reynslusögum sem fólk að segja frá. Við tökum það til greina og hlustum á það og förum náttúrulega líka eftir rannsóknum, hvað vísindilega rannsóknir að segja okkur. Og við leggjum alveg áherslu á að það sé allir hreinskilni við börnin. Náttúrulega við tökum til greina hvar eru þau í þroska, hvað getum við sagt við þau, en við erum hreinskilin við börnin og börnin þurfa að upplifa það að þau geta treyst því að þeim sé sagt af sinni fjölskyldu hvað þau eru að gangi í gegnum. Þau þurfa ekki að ágjörð því að þau frétta eitthvað út í bæ. Þau eru með í fjölskyldunni, þau eru hluti af fjölskyldunni rétt eins og fullorðna fólki. Frábært, takk, gangi ykkur vel. Takk fyrir. Hrossaræktandinn Magnús frá Íbishóli sagði Rakel á einlægan hátt frá sinni sögu og krabbameini í þáttunum að norðan og við ætlum að rifja það upp hérna næst. Pabbi dó allt ungur og var ekki nóg mikið að láta fylgjast með sér, þannig ég ákvað að vera ekkert að bjóða upp á svoleiðis og fyrir tékk fyrir réttum 10 árum síðan. Já, þú verið bara rétt fertugt. Já. Og heimilislæknirinn segir við mig, ert ekki hraustur og jú, finnur eitthvað til, eitthvað aðeins? Nei, alveg, þó þarft þú ekki neitt tékk, sagði hann. Ég sagði, ég komin hingað til að fá heilsutékk og skoðun og ég ætla bara að fá það. Gott hjá þér. Og hann tók mig í blóðprufu og tékkaði á hjartanu og svo út úr blóðprufunni kemur hækkandi gildi gagnvart blöðruhálskrabbameini. Okay. Og svo ég bara í rannsóknum hérna í 3 ár og það finnst ekki neitt og þetta gildi hækkaði aðeins. Svo ég skipt sérfræðing, fór suður. Páll Dagbjörnsson var nýfarinn, nágranninn minn var nýfarinn búinn að fá blöðruhálskrabbamein og nýbúinn að fara í aðgerð og hann hefur samband við sinn lækni og hann kemur mér að þarna í Reykjavík hjá alveg Rafni Hilmarsinni sem nýútskrifaður erlendis frá og kominn heim og jafnaldri minn og hann finnur í mér krabbamein mjög aggressívan krabba bara leið. Já. Og hann vill bara skera mig samstundis og þetta var nú bara þarna með þeim seinustu áður en að róbóti kom. Já. Þannig að ég fór í skurðaðgerð en Það var bara tafarlaust. Já, þá var gildið komið í 13, rúm 13 og var svo aggressíft af því að maður bara það ungur líka. Já, einmitt. Og þarna hafði hann aldrei verið með svona ungan sjúkling. Magnús komst þó ekki alveg strax undir hnífinn en þangað til leitaði hann til konu í sveitinni sem bávintæknir og læknamiðill en auk meðferðar hvatti hún hann til þess að bæta mataræðið. Það reyndist hafa góð áhrif og krabbameinsgildin lækkuðu lítið eitt. Magnús kom svo í aðgerðina 6 vikum seinna. Ég var algjörlega þreklaus. Já. Ég gat bara dormað og sofið bara meira og minna alla sólarhringinn og leið ekkert illa, algjörlega afslappaður. Já, bara svona dofinn eitthvað. Ég bara þreyttur. Já. Bara líka mér var bara í þessu að berjast við þetta. Já. Svo fer ég þarna í þessa aðgerð og blöðruhálskirtillinn tekinn. Og þá kom það nú, var svo lánsamur að þetta var alveg, læknirinn sagði að þetta mætti ekki vera deginu seinna. Nei. Þetta var alveg að fara að dreifa sér, alveg komið út í kantinn og að fara að dreifa sér. Já. Þannig að það var gríðarlegt lán og
núna sko eru 6 ár liðin. Já. Og þrekið alltaf að vaxa. Ég hef ekki verið svona þrekgóður sko síðan, já ég var búinn að slappast þó nokkuð fyrir aðgerðina. Já. Og ég hef ekki verið svona brattur í svona 8 ár eins og ég er í dag. Nú, frábært. Já. En svona að því að við erum nú í að stúdera þetta, þá er bara að hvetja alla til þess að láta fylgjast með sér sko án þess að finni nein einkenni. Ég fann aldrei nein einkenni, það er ekki fyrir maður fyrir að átta sig á þessu eftir á. Já. Þá gat maður ekki haldið í sér þegar maður þurfti að míga, þurfti bara að míga á staðnum. Já. Og svo bara svona slappleikin, þá engin eymsli eða neitt sem að gat bent manni á það að maður væri með krabbamein. Nei. Já, hvað ertu með hérna á borðinu? Heyrðu, ég er með hérna klúta, hrútaklúta. Hrútaklútar, já. Það voru sokkar í fyrra? Já, reyndar sko, við erum svona hagkröfingar hérna að ég ákvað að fara í samkeppni við sokkana og fyrirtæki mitt og systkini minna, við létum framleiða einhverja 500 svona rassaklúta með hrútamerkinu á sem við affentum svo Krabbameinsfélaginu, en svo voru það svo höfðinglegar að það buðu mér að selja þá líka. Þannig ég tók það verkefni að mér og enda bara stórkostlegt að fá að vinna með þeim. Það eru að vinna þvílíkt flott verk, þessar stelpur. Og þú ert með þess að 3 liti, það er rauði og blái og hvítur. Rauður, blár og hvítur, já. Og þú ert alveg í stíl líka, er þetta sérstakur hrútajakki? Þetta er svona, já. Þetta er hrútajakki og svona, já, alls konar ekki. En maður getur alveg borið þetta þó að það sé ekki marsmánuður, þetta getur maður verið með allan ársins hring. Allt árið, auðvitað það og svo verður þetta safngripir sko. Það voru farmleiti 500 klútar, svo verður gert eitthvað sniðugt aftur annað á næsta ári. Þannig að það verður svona hvati fyrir fólk að kaupa og styrkja Krabbameinsfélagið sko. Þannig að menn verða að drífa sig að tryggja sér eintaka á en þetta rennur út, 500 eintökur ekki mikið. Ekki spurning sko, klúti fyrir hrútinn sko. Og það, þú veist, það er bara mæta í. Þetta er ekki bara í sölu í dag heldur, verður til sölu hjá Krabbameinsfélaginu og svo í búðunum hjá okkur, J.M.J. og Djós. Svo bara mæta og kaupa og styrkja. Allir ánægðir. Fæ ég svona flottan rauða jakka líka til þess að tóna við? Já, ég sérpanta þá fyrir þið bara. Það er glæsilegt ímæti. Já, gjörðu svo vel. Næst ætlum við að rifja upp viðtal við Eirík þvagfæraskurðlækni úr þáttunum Að norðan. Það var tekið í fyrra en það á ennþá enn vel við. Á dögunum var haldið málþing karlmenn og krabbamein í Hofi á Akureyri. Við vorum á staðnum og notuðum tækifærið til þess að fá Eirík Jónsson, þvagfæraskurðlækni á Landspítalanum, til þess að tala við okkur krabbamein frá sjónarhorni læknisins. Algengustu krabbamein sem greinast í karlmönnum eru blöðruhálskrabbamein og eistnakrabbamein. Og þessi algengu mein, meðal annara, heyra því beint undir Eirík og hans sérfræði þekkingu. Við erum að véla líku við 4 allra krabbameina, krabbamein í nýrum, þvagblöðru, blöðruhálskirtli, eistum. Krabbamein í blöðruhálskirtli er kannski það algengasta og algengasta krabbamein karla. Þetta eru rúmlega 200 karlmenn sem greinast á hverju ári, sem betur fyrir flestir með mein sem er staðbundið, bundið líffæriðinu eða kirtlinum og þá er von til lækningar eða jafnvel svo von að ekki þurfið að aðhafast neitt sem kemur eins vel til greina, bara fylgjast með því. Þetta er yfir rúmlega 200 mann sem er að greinast á hverju ári og sem betur fyrir margir sem sleppa ágætlega frá þessu meini, en þó er það að það eru 50 karlmenn sem að látast árlega úr meinunni sem er ansi hátala, en þeir hafa kannski verið að haft meinið í ár eða áratugi áður, en það er ansi stór hópur og til þessara manna myndi maður vilja náttúrulega komast sem fyrst til þess að geta upprætt meinið, en að sama skapi vill maður hlífa þeim sem ekki þurfa meðferða við óþarfa meðferð. Eiríkur hefur verið lengi í faginu og séð marga koma og fara. En hvað hefur breyst á þeim tíma sem hann hefur starfað? Já, ég hef starfað hér á Íslandi í 25 ár, en lærði mitt fær í Bandaríkjunum í 7 ár og það hefur margt breyst á þessum tíma hérna heima. Það er margar nýjungar og framfarir og upplýsingin hefur líka hjálpað. Það þýðir kannski ekki, það þýðir ekki endilega ef maður greinist með krabbamein að maður þarfnist meðferðar við, sem er kannski
mikilvægur punktur. Það þetta að fylgjast með framgangi meina, sum mein eins og í krabbamein í blöðruhálskirtli þurfa ekki meðferðar við. Menn orðnir komnir við aldur eða aðrir sjúkdómar sem að mönnum stafa meiri hætta af heldur en meininu. Þannig að það hefur kannski opnast þessi umræða sem mjög jákvætt. Þannig að það kannski svona, það náttúrulega líka mikla breytingar í meðferðum og því sem að hægt að gera til að bregðast við. Já, það það, en samt það, ég mani til þegar maður kom hér heim og þú greinir eitthvað með krabbamein, að það dálítið svona, það eiginlega sko af eða á. Og umsögulust, ef maður segir eitthvað sem með krabbamein, þá byrjar hann að hugsa verstu útgáfurnar sem hann verið heyrt af því mannunum hér ofar í götunni. Og svipað og maður segði konu að hún væri bara pínulítið ófrísk, sem væri algjörlega bull í hennar huga. Annarkvort ég ófrísk eða ekki. En til dæmis í sem krabbamein og kannski sérstaklega krabbamein í blöðruhálskirtli, þá getur maður verið pínu ófrískur ansi lengi. Það kemur náttúrulega daginn að við meðferð þessa sjúkdóma eins og krabbamein í blöðruhálskirtli, að meðferðin getur haft verulega áhrif á lífsgæði þín, eins og kyngetu eða kynáhuga. Þannig að það verið að taka eða það verið að hafa áhrif á lífsgæði upp á þau býtti að þetta getur aukið lífið þitt, lífslengdina, lengt líf þitt. En síðan alltaf þessi stóra spurning, vill maður leggja áherslu á lífslengd eða lífsgæði og þetta getur verið svo einstaklingsbundið og þess vegna þarf maður að hlusta á hvað einstaklingurinn vill, óháð öllum þess sem eru í kringum hann. Að þetta hans eigin líkami sem hann þarf að taka ákvörðun Hefur þú einhver skilaboð til karlmanna í tengslum við þetta allt saman? Nei, ég bara myndi segja þeim að lífið almennt gott, menn ég að vera glaðir og vera óhræddir við að koma í skoðun eða láta skoða sig, fá álit. Muna það að þeir þurfa að hafa líka skynsemina með sér og vera þáttakendur í eigin heilsu og í raun og veru ber hver einstaklingur ábyrgð á sjálfum sér en við berum öll ábyrgð á hvort öðru. Á málþinginu í Hofi kom meðal annars fram að karlmenn séu mun ólíklegri en konur til þess að bregðast við einkennum og sækja sér aðstoð. En hvað segir Eiríkur það? Það karlmennskan sem að þvælast fyrir þeim? Já, kannski, menn ég held að karlmenn sér aðalega, þeir eru kannski endilega hræddir við að fara til læknis eða fara í það rannsóknir þar til. Þeir eru bara hræddir við að greinast með meinið og vilja þá ekki koma. En ég held að þetta sé kannski aðeins orðum aukið. Tímarnir að breytast, menn að tala meira saman, lesa meira og þetta þarf alltaf að vera í balans eins og allt lífið og tilveran. Síða eins og karlaklefinn sem núna ný, hún til dæmis góð leið fyrir karlmenn til þess að fræðast bara einir, það ekki? Jú, ég held það og þetta líka hvatning að þetta verður einhvern veginn svona sjálfsagðara að ræða hlutina eða láta kíkja á sig að þetta verður ekki kannski eins mikið feimnismál eða tabú og þetta opnar umræðuna, það það sem þetta gerir gott. Ertu búin að fá þér sokka? Ég á leiðinni. Svolí, þú hefur nú svolítið þína sögu að segja þegar kemur að krabbameini. Já, ég alltaf búin að prófa þetta og testa þetta. Það var ekki ákvörðun mín svo sem, en ég búin að prófa að vera með krabbamein og það svo sem held ég að viti nú flestir sem viti hver ég að ég hafi fengið krabbamein því ég hef verið duglegur að tala það og heyrt að það hafi hjálpað einhverjum. Þú veist að maður hafi talað þetta á léttu nótunum og það hafi hjálpað þeim sem hafa verið á leiðinni kannski í lyfjameðferð eitthvað slíkt og svona vita að þú veist, sjá mig bara bílhraustan í dag og þetta þurfi ekki að vera einhver heimsendir. Þegar þú færð þessa greiningu, þetta nú ekkert spaugilegur hliðarnar sem þú sér kannski alveg strax eða hvað? Nei, en sko
ekki, eins og ég talaði ofta, það greiningaferlið verst, sko. Þú ert að bíða eftir hvað að þér, sko, því þá ferðu í myrkrið, sko. En svo þegar þú veist hvað að þér, þá það yfirleitt eitthvað skárra en varst búin að búa undir, sko. Og þá getur maður, allavega ég byrjaði að grínast bara strax, sko. Þú veist, svolítið þannig, sko. Af því þú veist, auðvitað krabbamein ekkert fyndið og það vita það allir, en baráttan við það og svona aðstæður sem maður lendir í baráttunni geta alveg verið spaugilegar, sko. Og það hefur maður alveg séð fólk bara sem bara að kveðja, sem ennþá að gera grín að sjálfum sér, sko. Þú veist, þannig að það eitthvað sem að skilur hún ekkert almennilega fyrir að maður lendir í eitthvað svona sjálfur, sko. Og það hellingur að fyndnum hlutum sem gerast, sko. En það ekki einmitt með jafnvel fleiri svona alvarlegri málefni að það væri hægt að létta þið bara með því að líta á gamansömu hliðarnar þar sem það er við hæfi? Ég held það en maður getur náttúrulega ekkert, sko, það svo auðvelt að gera grín að einhver ef þú ert inn í því sjálfur og ert fórnarlambi sjálfur. En það alltaf erfiðar ef einhver annar berjast við eitthvað og maður fer að gera grín að honum sem þú veist, þetta þarf svolítið að koma frá þeim sem miðpunkturinn. Og maður þorir ekki að enda sér í það að gera grín að hverjum sem að glíma ykkur erfiðleika, sko. En þú veist, nema sé mjög nákomið manni, sko, þá gerir maður það nú, sko. En þú þá ekki að gera grín að krabbameini eða grínast með þetta ferli nema að vera búin að vera í því sjálfur? Aldrei nokkuð tíman. Ég taldi mig bara að hafa rétt á því þegar ég var búin í því og ég líka gerði bara grín að mér og minni svo. Ég var ekkert að gera grín að einhverju öðru fólki sem var að glíma við krabbamein. Ég bara gerði grín að því hvernig ég komst að þessu og hvernig ég dílaði við þetta, hvernig fólki í kringum mig brást við og það tekur engin réttin til þess frá mér, sko. Og hérna erum við á málþingi sem nefnist Hrúturinn í Hofi. Þetta þungt málefni og hérna þú svona aðeins til þess að létta stemninguna. Já, ég held þess vegna sé ég hérna. Já, ég er svona að koma held í tvisvar inn og svona segja kannski frá minni reynslu kannski að krabbameini en svo bara eitthvað sprell, sko. Ég verð ekkert bara að tala um það, ég tek bara eitthvað eftirhermur og eitthvað svona rugla með hann, sko. Ég er ekki eins og búin að ákveða hvað ég ætla að segja, sko. Þannig að þú veist, ég hef stóra brandaratösku sem ég get gripið í, sko. Ertu með eitthvað dæmi handa okkur, svona einhverja reynslusögur, gamansamar sem að þú manst eftir, einhverja minningar? Sko, það er kannski erfitt að taka svona, að þetta oft svona langur aðdragandi að hverju sögu, sko. En það bara, það sem að mér finnst þetta fyndnast að hugsa, það hvernig sterarnir fóru í mann, sko. Þú veist, það hvað þeir gerðu maður ógeðslega ruglaðan og hvernig maður, hvað maður talaði mikið, ég talaði svo mikið að ég fikk leið á sjálfum mér sem ég held að vera ekki hægt, sko. Og maður spurði spurning og svaraði þeim sjálfur í raun og veru, þetta var svo manískur, sko, og æstur og át eins og hross og fitnaði eftir því og mér finnst það svolítið eitthvað sem alltaf fyndið, sko. Það að hugsa hvernig maður var af sterum, sko. Það var bara ótrúlega reynsla, sko. Því ég hef aldrei verið í eiturlyfjum, þannig að ég þekkti ekki þessi að bara, þú veist, breytast svona mikið, einhverja svona þarfir bara í mat og annað, sko, bara út af einhverju pillu sem ég tók, sko. Þú veist, það var bara ótrúlega lífsreynsla, sko, að prófa að stera. Prófiði það, endilega. En fannst eitthvað fyrir því að fólk væri feimið við að tala við þig þetta? Fannst þér fólk vera að sneiða hjá því þegar þú varst að hitta fólk eða hvernig? Já, maður sér svolítið, sko, það margir sem þorði ekki að hringja í mig og þorði ekki að tala við mig og því þeim var svo óþægilegt að vita í hvað þetta að segja en ég kunni mest að meta það sem að hringdu í mig og sögðu mig þetta. Þú veist, ég veit ekki hvað ég að segja við þig en ég vildi bara hringja í þig. Og það það sem ég mæli með ef að fólk þekkir einhvern sem að díla við einhver erfiðleika, hvort sem það krabbamein eða bara erfið veikindi eða einhver missir eða hvað það Þú getur alveg sagt bara, ég veit ekkert hvað ég get sagt til að láta líða betur, en bara, ég vil bara að vitir að ég sé að hugsa til þín og þú veist, þannig að þá allavega veit maður af því, sko, því að mér finnst hitt hálf aumingjulegt, sko, að þú ekki að hringja í einhvern. En ég skilja það samt alveg líka, þú veist, það rosa auðvelt að vera hinum með við borðið og skilja ekki hvernig fólk hringir í gímann, sko. Hugsaðu einhvern tímann það ef þú værir ekki í þessari stöðu, einhver náinn þér hefði greinst, hefði þú vitað hvernig þú myndir takla það? Það fer eftir hversu náinn að væra manni auðvitað. Það svolítið þannig, sko. Og einmitt að því ég hef þessa reynslu þá í dag, ef það eitthvað sem ég þekki svona frekar vel sem greinist með eitthvað, þó ég sé kannski ekki í daglegum samskiptum, þá hefur nú svona einsett með það að hafa samband og allavega bjóða fram bara, þú veist, eyra mitt, sko, til að hlusta og jafnvel miðla einhver áfram, sko, eftir á. Ég veit ekki, ég hef ekki gert það sannlega áður, af því að maður lærir auðvitað svo mikið að því að fara í gegnum þetta. Þannig að ég veit ekki hvernig ég hef brugðist við, en jú, ég veit nú að ég hef alltaf verið til staðar fyrir mína nánustu vini og ættingja, sko, alveg 100%. Einhverjar aðrar ráðleggingar annað en að prófa sterann? Prófa steranna eftir krabbameinsmeðferðina? Nei, ég held að sé nú bara eins og sé, ef maður fengi því ráðið, þá hefði ég nú sennilega sko vilja, en samt ekki vissum að ég slapp svo vel, sko, og lærði svo mikið og bara varandi lífið og annað, sko.
ég held að jákvæðni sé bara besta ráðið sem ég get gefið fólki, sko. En samt það líka svolítið þannig með jákvæðni að þú ákveður eða ekki vera jákvæður, þú ert það bara, sko. Þú veist, það gerist eiginlega svolítið sjálfur sér, sko. Og svona kemur bara einhver baráttu hugur í mann og ég segi bara að fólki ekki bæla niður bjartsýnina, sko. Leyfa henni bara að vera, þó hún sé fáránleg, sko. Því að maður hittir fólk, sko, hefur hitt fólk sem bara að deyja, það talar ekkert eins og að sé að deyja, sko. Þú veist, það bara, svo bara deyrir það, skilur, á þess að það bara kemur henni upp á skjölda því að það hefði bara verið lifað þangað til að var dáið, sko. Og það einhvern veginn, þú veist, þannig að bara bjartsýn og jákvæðni eitthvað sem að maður verður að reyna að halda í, sko. En þetta svolítið gamla klísjan, þú ert sterkari eftir þetta? Já, alveg 100%, sko. Maður sterkari og maður líka miklu sterkari en maður heldur, sko, andlega. Og auðvitað líkamlega líka, þú veist, það fari gegnum þetta. Þannig að maður horfir nefnilega, ég held að allir lendi því að hugsa og ég get aldrei farið gegnum þetta. Þú veist, svo bara lendur í aðstæðum og þú, hvað átt að gera? Þú verður bara að díla við þetta og þá koma held í flesti sjálfum sér óvart að hvað þið geta mikið og hvað eru nú sterkir, sko. Þannig að, já, maður tvímælalaust sterkari og víðsýnni eftir svona reynslu, sko. Sóli, takk hérlega fyrir og takk fyrir að deila söguðinni. Takk fyrir. Það ýmislegt sem hægt að gera til þess að draga úr líkunum því að greinast með krabbamein, til dæmis með því að reykja ekki, hreyfa sig reglulega, með því að borða hollan og fjölbreyttan mat, með því að takmarka neyslu áfengis og forðast óhófleg sólböð. Það einmitt það sem við ætlum að gera. Við sjáum síðan í næstu viku í nýjum þætti af Karlum og krabbameini.